Tap hérna í undanúrslitum Mjólkurbikarsins, þetta hlýtur auðvitað að vera svekkjandi? Já, þetta er bara mjög svekkjandi. Við erum allir bara mjög svekktir og ætluðum okkur alla leið en bara gerum ekki nóg í dag. Eftir draumabyrjun, hvar fannst þér svona fjara undan? Bara, mér fannst við þurftum að halda boltanum aðeins betur og það vantaði aðeins upp á bæði varnarleik og sóknarleik en sko bara, líka bara hrósa Valsmönnum, þeir spiluðu vel og gerðu okkur erfitt fyrir. Þannig að bara, svo er bara eftir að skoða betur, með það stutt eftir leik að ég fara að rýna í þetta og finna út hvað við viljum gera betur. Hvernig var svona tilfinningin hérna á hliðarlínu? Mér fannst tempóið vera afar hátt hérna í leiknum og leikurinn flæddi mikið. Svona, hvernig var tilfinningin að horfa á þetta frá þér? Já, bara svipuð, hátt tempó og svolítið kannski ekki mörg mómentar sem að annar liði náðu algjörum tökum á leiknum en það er þá örugglega bara skemmtilegri fótboltaleikur fyrir þá sem að horfa. Nú er þetta annað árið í röð sem Stjörnumenn detta úr leik í undanúrslitum. Samt eiginlega svona gott merki að það er komið svona langt í bæði skiptin. Hvernig er þetta að túlka þetta núna? Kannski erfitt að beint þetta leik? Já, bara við höfum gert vel þessi 2 ár í bikarnum en við viljum fara lengra og erum bara svekktir. Ég held að sé ekkert hægt að orða það öðruvísi. Ég held að séum allir bara mjög svekktir eftir þennan leik og þannig er þetta. Nú svekkjum við okkur í kvöld og svo þurfum við bara að fara yfir þetta og halda áfram og verða betri. Nú kemur Emil Atlason inn á og fer aftur út af vegna meiðsla, sama gerist gegn Blikum. Þetta eru sömu meiðsli eða hvað? Já, bara sama og hann var svo sem betri í dag og gat alveg klárað en mér fannst svona ekki verið eitthvað til þess að riska. Ég er aldrei þar að ég vilji fórna mönnum eitthvað long term fyrir einn leik og þá ekkert meira við í dag, þannig að mér fannst svona eðlilegra að taka hann út og nú bara ná hann og góðum. Þannig að þetta er ekkert alveg, hann var ekkert lengi frá? Ég reikna ekki með því, hann var töluvert mikið betri núna en í síðasta leik. Þannig að það verður bara komið í ljós. Síðan var greint frá því bara rétt fyrir leik að Kjartan Már var á leið til Skotlands. Geturðu staðfest þær fregnir? Já, hann er á leiðin út og ég held að hann eigi eftir læknisskoðun og eitthvað, þannig að ég veit ekki hvað borgar sig að tala mikið um það en það var alltaf vita að við myndum missa hann í sumarglugganum. Ég var ánægð með hann að taka alltaf að byrja sísonu með okkur. Mér finnst það gott hjá honum að stökkva ekki á fyrsta boð. Það er alveg lið búinn að bjóða í hann og mér finnst hann bíða eftir réttu tækifæri og hann er meira en tilbúinn í næsta skref, þannig ég er mjög glaður að hann sé að fara út og það er mikið hrós til hans og mikið hrós til þessa hóp sem að horfir á enn einn leikmanninn fara að taka næsta skref, þannig að bara það verður mjög gaman að fylgjast með honum. Getur greint frá því hvaða lið þetta er? Ég veit ekkert á hvaða stað það er, þannig að ég ætla ekki að vera sá sem er að því. Það bara kemur í ljós örugglega mjög fljótlega. Ég reikna með að vera birt bara mjög fljótlega út um allt, þannig að það verður þá bara að vera þannig. Það var guldspjald undir lok leiks. Varstu ósáttur með dómgæslu leiksins? Ég ætla ekki að tala um það. Við bara töpum 3-1 og Valur verðskuldaði sigurinn í dag og nenni ekki að tala um það. Takk hérlega.